Við erum komin hér að Koltusey, þar sem við hittum fyrir Þórhall og Söru. Komið í sælublessuð. Sæl. Ef við byrjum að segja okkur aðeins frá aðstöðunni hjá okkur hérna, hvenær takið þetta hesthús í notkun og hvað er pláss fyrir mörg hross? Við tókum þetta í notkun Þorláksmessu, akkurat. Þá færði ég hrossin hérna yfir 2018. Það var mjög ánægilegt. Og hvað er pláss fyrir mörg hross? Það er 18 stígur hérna, allt eins og stígur. Og er þetta aðalar hross frá Koltusey eða eru þið með fyrir aðra líka? Blandað. Já, blandað. Við eigum samt orðið svolítið að hrossum, sem er stundið svolítið vest. En, já. Já, en sem sagt þið eruð að jafnframt að temja úr eigin ræktun og þá eruð að taka fyrir aðra. Inni aðstaða, eruð þið með það? Við erum með smáhafnina, Cirka 1220. sem að nýtist bara mjög vel, sérstaklega eins og veturinn í vetur er búinn að vera. Já. Þannig að það er hægt að gera svona. Það er hægt að vera inni allavega í öllum öðrum og svona þar inn maður bara ríða sem mest út. Það er hægt að gera allt inn í þessar höll. Svona nánast. Á litrum hesti. En útiræðilegir? Það eru bara fínar sko. Við getum bara að fara hérna, bara á Malaveginum hvert sem við viljum hérna í landiðunum. Nóa túnum og það er mjög hugulegt. Og gott að vera í landiðunum. Það er engin brekka. Það er mjög lítið þar. Það vantar. Það vantar brekkur. Eigum við að rölta hérna aðeins í húsið okkur og sjá hvað þið eru með í stíunum að ganni? Ekki spurning. En við byrjum bara hér. Hérna er brún meri. Heitir Ör frá Miðey. Þetta er fyrstu vélina meri sem að Hatti fyrrum nágrann okkar á hérna. Hún er undir bóndi frá Föti. Já. Og Svört M70 frá Miðey. Svört M70, já. Geggjað. Gaman að segja frá því. Já. Þetta er rissa frá Koltusey Já. sem að heitir Litla Jörp. Er Kráksdóttir. Og hún foreldrar hans Tóta, þau ákveða að kaupa hana á okkur og eru bara njótinnar. Hún er svona ljúflingur. Reiðhross? Bara, já, frábæri meri. Hún er með eitthvað 790 og eitthvað klárisaða. Já. Bara fór strax bara tæp 794 vetra sem klárisaða. Bara rosa gott hross. Þetta hérna er líka Kráksdóttir. Þessi er frá Tvennu. Já. Þetta er bara lofandi rissa á sjöttaðutur. Sem er stend með í Kimbudóm eða Já, keppni? ætlum að vera ekki bara að sjá hvernig vorið fer og... Já. Hvað verður í boði? Já, nákvæmlega. Þessi er frá okkur líka, frá Koltusey. Þetta er hún Harða. Hún er undan Hróðri, Röfstöðum. Kjarnorku gömlu frá Sauðárkróki. Já. Þetta er meira á 5. Þetta er bara, já, lofandi meri. Hún har nokkuð margar góðar systur. Já. Kemur á góðum stofni. Já. Þessi hérna er líka frá Tvennu. Hún þykist vera eitthvað feimin, segir mér. Og er undan... Hrannar er frumri. Já, já. Þetta er meira á 5. Þetta er bara rosa, já, bara lofandi rissa. Svo er hún undan svolítið góðri meri. Þetta er Fell frá Selfossi. Já, já. Hún var svolítið flott, ef þú manst þetta henni. Já. Ég man ekki allt en ég man eftir henni. Nákvæmlega. Hér er eitt sem hefur það gott. Já. Ein. Þetta er heldur góð meri frá Fornusöndum. Heitir Terna. Hún er undan Kráki líka. Já, já. Og já, þetta er fyrstu vélina meri. Þetta er svolítið, já, þetta er svolítið skemmtilegt hross. Ok. Við erum með 3 krákstættur allar með þessum áki. Já. Það er hátt hlutfall. Já. Þessi hérna er líka frá Tvennu. Hún heitir Hátíð. Hún er undan Hrannari. Já. Og þetta er, hún er með þess að hálsittu Trausta frá Blestum, undan sem meri. Já, já. Allar þessar blesatatengingar tilviljun eða? Ég bara er í mjög góðu samstarfi við hann Tómas Möller í Tvennu. Já. Og hann er náttúrulega bara á farsælt og gott samstarf við Hólmfríði og Magga. Og ég er bara svona lánsöm að ég vera með svona fínum kuna. Já, já. en þetta er bara býsna góð meri, svona mikið töltari og svona elskulegur rissa. Já. Þeim virðist líða vel hrossunum hérna. Það eru voða athugul og róleg. Já, þeim finnst þú eitthvað spennandi. Eitthvað nýtt blóð. Já. Þessi hérna er líka frá Tómasi. Hún er frá Tvennu. Já, já. Hún er undan Ómi frá Kvistum. Já. Þetta er 600 allir þess að bara mjög
lofandi meri. Svona skemmtilega litin. Já, bleik-bleik-svort. Já, með lista líka. Já. Og við stefnum með hana í kynbótum þegar að kynbótum, það er ekkert ef, sko, þegar að kynbótum verða. Já, þegar að verða. Hérna, þessi er líka frá Tómasi. Já. Hún er frá Tvennu. Hún er enda hring frá Gunnarsstöðum. Já, já. Og hún er hérna undan sömu meri og Rauða Hrannarsdóttirin. Já, já. Þær eru hálfsystur. Ok. Þetta er bara svona lofandi trippi. Já. Svo er þessi líka frá Tvennu. Ok, það er bara skemmtilegt. Það er greinilega, eins og þú segir, það er nauðsynlegt að hafa góða kunna eins og þess að góða samstarfsmenn. Það er bara þannig. Já. En þessi er undan Sæsdóttur og svo veit ekki hvað pappinn er. Já, ok. Slysafangað? Já. Já, já. Er eitthvað veðmál? Nei, ég held að það sé búið að vera að reyna að leita að pappanum alveg svolítið lengi en hann finnst ekki. Nei. En hérna, hún er... Hún á allavega pappa? Hún á pappa og hún er víst það efnileg þannig að restin er hún inni. Já, já, það kannski kemur eitthvað spennandi út úr því. Nákvæmlega. Þetta er bara lofandi hryssa á fjórðaveitur hérna frá Koltusey. Fyrsta sem við temjum mynda mömmu hennar. Mamma hennar heitir Sveðja frá Koltusey. Gráhryssa og svo er þessi undan Fonti frá Viti. Já, já. Svona virkilega skemmtilegt drippi. Ég sagt við Tóta allavega að það var svolítið kjáni að halda bara ekki aðeins undir Font. Það sem maður hefur kynnst undan Fonti hefur verið alveg mjög skemmtileg hross. Þannig að svona, já, þetta er skemmtilegt og lofandi trippi. Fontur var nú eftirtekt að verður mýktar hestur, skilur? Já. Þannig að svona, við erum allavega með 3 hérna tengdar honum. Litla Jörp hérna, þessi hér, hún er undan Fontsdóttir. Og svo fyrsta merin hún er undan Fonti og svo þessi. Og þær eru allar bara mjög skemmtilegar. Já. Það er gott að heppnast. Já. Hérna, þessi Fögsótta er undan Ómi líka. Já. Og hún er frá Tvennu. Já, hún er bingo. Já, hún er frá Tvennu. Ok, og undan Ómi? Já, hún er undan Ómi. Og hvað er þessu? Þetta er svo margt frá mér, hjá mér frá Tvennu. Ég er bara farin að ringla þessu öllu saman. Þú ert með að skrifa þig starf? Já, já. En þetta er hún ekki undan Glóð? Já. Frá Blessuð, minnir hún heiti það Orradóttir, mér minnir þetta. Já. En já, þetta er bara meira sett öður og bara virkilega lofandi að læra þess að. Já. Þá erum við búin með hérna eitt ganginn. Og þetta sem sagt var svona hálfgerður hryssugangur þá eða hvað? Já. Og þá komum við hér í glæsilegar, rúmgóðar, notalegar stórastastígur. Já. Hérna er nú samt ein hryssa. Jæja, það þakka að vera með. Þessi frá Koltusey. Já. Ljúfsdóttir frá Torfinnesi. Já, já. Hún er hérna, þetta er bara mjög skemmtileg klárhryssa sem við eigum. Eitt af því svona fyrsta sem maður heyrir af út á ljúf, eða ekki? Já, já. Hún er hrynjanda dóttur og svona, já, mjög lofandi klárhryssa. Skemmtilegt hross. Mikið mýkt og rými og svona. Það er spennandi. Ég hef allavega mjög gaman að henni. Já. Ég er með þennan í láni frá pappa. Já, og heitir hvað? Þetta er hann Flóki frá Oddhóli. Já, já. Hann er eini geldingurinn í húsinu. Þú er aðeins verið að keppa á honum, eða ekki? Jú, búinn að keppa aðeins á honum. Bara gengur vel, hann er að kenna mér ýmsa hluti. Já. En allavega er æðislegur hestur. Já. Og svona forréttindi að fá að vera með hann. Já. Stefnan með hann bara að keppa á honum í sumar? Já. Svona, þegar keppnin verða. Já, já, það er verða. Já. Hér er hérna, ef hann vill tala við okkur. Já, já, hann fær ekkert það ráðið. Kráksonur. Já, já. Sem við eigum. Hann er frá Koltusey. Hann er að verða 5. Já, já. Og heitir Atgeir. Já, já. Er þessi hestur sýndur eða? Við fórum með henni byggingadófin fyrir það. Hann bara fór býsna fínt 4 vetra. 8.37 held ég. Já, já. Og svona, þetta er bara fallegur og skemmtilegur klárustur svona. Hann er undan sömu mér og Jörð frá Koltusey. Já, já. Og svo er hann undan Kráki. Og stefnið hann bara þá í kynbótum? Já, bara eflaust. Bara sjáum hvernig það verður. Já. Þetta er allan skemmtilegur klárustur. Já. Hérna er nú einn heldur litfagur. Já, þessi er uppáhaldi. Þetta er uppáhaldi? Já, þessi er uppáhaldi. Hver er þetta? Þetta er hann Skálkur frá Koltusey. Skálkur? Já. Já. Hann er að verða 4 ára. Já. Og hann er undan Lexus frá Vatnsleysu. Já. Svo er hann undan Hnoss frá Koltusey. Já, já. Álfa Steinsdóttir undan Kjartnorsku gömlu Sauðburgi. Við höfum haldið svolítið í
kjarnorku, hún hefur náttúrulega verið, bæði hún og fluga bara Já. aðal svona merannar fyrir okkur. Já. En þetta er allavega rosalega skemmtilegu hóli, hann er í miklu hóli hjá mér. Já. Sér það hann er hændur að þér. Já, ég held að það sé til í hvað sem er á nammi. Já. Það verður að kaupa þetta aðeins. Nákvæmlega. Glæsilegt. Hér er rauður. Hér er aðal hesturinn maður. Ha? Það er ekkert annað. Hér er hann kominn. Já. Þetta er hann Frómur frá Brautarholti. Frómur frá Brautarholti. Magnús Benediktsson á þennan. Já. Okkar maður. Já, það er ekkert annað. Og svo er hann óþekkur þá hann kallar MB-in. Já. Nei, djók. Nei, þetta er ómflónur frá Magga og bara mjög skemmtilegu fóli og hundahættur. Hann er svakalega stór. Já. Efnishestur. Já. Já. Svo, Þá kom ég hér að síðustu stíginni. já. Viltu ekki tala við okkur? Getur komið ef ég bakka þess. Komdu. Hvað heitir þessi? Þetta er hann Sigur Örn frá Selfossi. Já. Þetta er Orrásonur Já. á 7. vetur. Hvernig síðustu drópunum þar eða eitthvað? Já, ég held það. Ég held mér skilst að hann sé fæddur líka seint í ári þannig að hann hefur örugglega verið með þeim síðustu sko. Já. Þetta er bara skemmtilegu klárustur. Hann er undan hérna klárusu og bara lóðandi hestur. Glæsilegt. Takk fyrir þetta, Sara. En svona kannski þá að öðru, eins og að vera í á þér eins og öðrum, skrítin vetur, bæði hvað varðar veðurfar og náttúrulega núna þessa koronaveiru og þegar við tökum þetta viðtala, þá veitum við ekki alveg hvað verður með landsmót og ýmislegt annað, en hvernig blasir voruð og sumarið við þér? Er það ekki bara á leiðinni? Mér skilst það. Maður vaknar hérna upp við fuglasöng og rosa hugulegt. Þannig að ég held að það sé bara, það kemur bara þegar það kemur og svo verður þetta bara þegar þetta verður og ég held að maður eigi bara að vera rólegur. Þetta er ekkert hægt sko. Nei. Það er ekki eins og þetta komi bara aldrei aftur. Nei. Var ekki bara notalegt að geta verið heima hjá sér og ekkert að þurfa að fara neitt og ekkert að gerast eða var þetta leiðilegt? Sko, gallinn við þetta er að maður er svo einhverfur að maður fattaði hvað maður gerir eiginlega aldrei neitt og það breytist ekkert svona mikið. Þannig að það er svona versti hlutin að því hvað maður er í rauninni þó sem maður haldi að maður sér það ekki en það breytist ekkert mikið. Nei. Lífið hélt bara áfram. Já. Sara, takk fyrir að taka á móti okkur og skilja kveðið til Þórhalls og til hamingju með flotta aðstöðu og vonandi gengur þér vel í vor og sumar. Takk fyrir það, sömuleiðis.